Þetta er verkefni 24, liður 9 og það á að setja miða með kaflanúmeri undir myndina sem er sýnd hér. Það er búið að setja þessa mynd hér inn í töfluna. Það er sýnt nákvæmlega í lið 8 hér á undan, en líka nákvæmlega í verkefni 13 snjallblöru í sérhlutunum, lið 3, og þar fylgir einmitt með myndskeið sem er mjög gott að skoða og hlusta á. Við byrjum á því að smella ofan á myndina sjálfa þannig að við sjáum hér punktana utan myndina, veljum síðan References og hér þurfum við að velja Insert Caption og við fáum upp miðan mynd. Ef hann kemur ekki þá veljið þið hér að lista og ef þið fáið ekki myndamiða þá búið til nýja sem passar. Nú ætlum við að hafa kaflanúmerið með, sem sagt hér er sem sagt kaflaheiti og númer, og til þess að fá mynd 1.1 þá veljum við numbering. Hér þurfum við að hafa haka við include number, heading 1, og hér er hægt að velja skiltáknið og við ætlum að hafa punkt sem skiltákn á milli. Segjum svo OK og þá sjáum þið hér kemur það núna mynd 1.1. Staðfestum þetta með OK. Hér setjum við svo tvípunkt og eftir og setjum við textán sniðmátt fyrir forsíðu. Þið tóku eftir því að það breikkar dálkurinn eða hólfið í töflunni þannig að textinn komist fyrir, en við getum náttúrulega smellt á töfluna sjálfa og stækkað, breikkað eða minnka eftir því sem þarf. Þá ætlum við að vera með bendilistaddan í textanu hér fyrir neðan og þið þurfum að hafa kveikt á stílarúðuna á Home undir Styles til að fá upp stílinn. Veljum hér til hliðar Modify á stílinn Caption og við ætlum að breyta undir Format Paragraph að það sé bil á undan 6 og eftir 6. Sjálfgefið var 10. Staðfestum tvisvar. Síðan ætlum við að miðja myndina og textan og eftir bæði lóðrétt og lárétt í töfluna. Þá veljum við töfluna sjálfa, 4 öruna hér í efra vinstra horninu. Veljum Table Layout og hér undir þessum hnappi hér Align Center getum við valið á miðist bæði lárétt og lóðrétt í hólfið.